veit ekkert að hann að vinna í sér, veist. Það náttúrulega grundvallaratriði í meðferðinni, skilur, að hann veit það ekki sjálfur, veist. Það ég sem að vinna í Hinrik og það rosalega stutt í það hjá Hinrik að þetta verði bara fullkominni þráhyggju. Ég sé snemma að þetta eitthvað tengt einhverju djúpstæðu tróma hjá honum Hinrik, sko. Ég kom til að byrja að spila borðtennis. Ég hef langa sögu af borðtennisiðkun. Fyrsta borðtennisbaða minn, stíkasbaða í afmælis- og jólagjöf. Þegar ég var 10 ára, 11 ára. Og svo komið að ég að spila á móti og það var opið móti á Víkingi og ég mæti í fyrsta leik og þar kemur á móti mér vel greiddur drengur og hann í samstæðum búningi og ég tapaði þessum leik 21-0. Ég vil meina að það eru ákveðnar kenningar uppi í sálfræðinni, sko, að borðtennis sé, sko, það athæfi sem er hvað best fallið til þess að losa og vinna úr svona áföll. Ég hendi stíkakjöðunum eða spaðanum sem ég fekk í jólagjöf og fór aldrei á borðtennisæfingu aftur. Þangað til núna í sumar, ég kem til Berlínar í nýtt umhverfi, að þá ákváðum ég og Flex að taka upp spaðan aftur. Ég svolítið að stýra leiknum bara með meðferðarsjónarmið í huga fyrst og fremst. Ég nefnilega get ekki spilað sko neina íþrótt eða neina hreyfigrein nema keppnisskapið sé með. Við þurfum bara að byggja hann upp með borðtennisum. Ég tók mataræðið mitt í gegn í vikunni og breytti úr svolítið kebab solid fæði í svona wurstfæði, ofnbakað wurst og þetta hefur gríðarlega góð áhrif og leikinn í dag tók ég 6-1. Með ofsagleði, ég var við ákveðna ofsagleði hjá honum Hinrik og Yes! Og svona, já, þetta eitthvað sem þarf að fara varlega með, sko. Allavega leið mér bara vel, aldrei mjög langt síðan allavega sem ég hef verið í jafnmiklu jafnvægi, með vindinum og móti vindinum, í meðvindi og mótvindi, alveg svona með vindinum í mótvindi og þú veist, einhvern veginn spilaði á móti meðvindinum, skilurðu. Þannig að ég var alveg, það var allt í gangi. Í raun og veru, sko, þegar maður að spila borðtennis, maður ekki bara að spila borðtennis. Maður í raun og veru og þar kemur kannski þessi kóreski borðtennisskóli inn sem svona þessi konfúsíuska nálgun við borðtennis og það í raun og veru þessi svona jafnvægistenging við jörðina í borðtennis. Borðtennis náttúrulega mjög heimspekilegt athæfi. Við erum að slá boltann. Við gefum upp. Og svo okkur svarað. Og eitt að lokum kannski, bara til að hafa á hreinu, að það er alltaf gott að vinna Flex.